Komið þið sæl, ég heiti Eydís Huld Magnúsdóttir og ég ætla aðeins að tala háskólaverkefni sem eiga mörg fullt erindi á markað á að verða að vöru. Nú, glöggir áhorfendur, þeir sem hafa verið að fylgjast með í dag, hafa kannski séð mig í nokkru vídeó, nokkrum innslögum hérna í dag og en ég með marga hatta. Og þetta tengir svolítið því sem ég að gera, sem ég ætla að tala og það að ég bæði starfsmaður HR í máltækniáætlun, þar sem ég með doktorsgráðu og rannsóknarsérfræðingur og hluti af rannsóknarteyminu. Þar að auki ég framkvæmdastjóri Týró, sem sprotafyrirtæki og við vorum með kynningu á það, þar sem við sérum okkur í talgreinum. Þetta eitthvað sem þarf til þess að koma verkefnum á markað. Það eru margir hattar og maður þarf að geta allt, fara í allt og gera allt. En ég ætla aðeins að tala svona hvað sem hvernig mér finnst þetta ferli vera og hvað þarf til að koma fleiri verkefnum á markað. Nú, ef við skoðum aðeins hvað einkennir þessi verkefni, þetta eru verkefni sem eru unnin oft með sem hafa margra ára aðdraganda. Kennari eða leiðbeinandi hefur kannski verið með þetta í manum í einhver ár, til hluti af hans námi eða hennar. Og hann fær nemenda til að vinna verkefni fyrir sig. Mögulega hann með styrk, mögulega ekki. Nemandinn gerir þetta sem lokaverkefni og þróar svona grunnlausn í háskólasamfélaginu. Nú, nemandinn og leiðbeinandi hafa trú á verkefninu, þeir vilja koma því áfram. Og dæmi kannski svona verkefni, reyndar voru þessi verkefni unnin innan máltækniáætlunar og unnin kannski meira með annað, það sem Týró byrjaði á, það var læknarómur, þar sem við þróuðum fyrst talgervil fyrir röntgenlækna. Nú, hitt verkefni unnið líka inn hjá Rad- og máltæknistofu, þar sem Alþingi núna að nota talgreini sem rita niður ræðuhöld. Þetta svona dæmi verkefni sem hafa gengið vel. Nú, hvað skapast með þessu verkefnum? Við náttúrulega sköpum íslensku rannsóknum sérstöðu. Við fáum reynslu og þekkingu og aðila sem eru hæfir til að vinna að verkefnum og koma svona frumgerðum af stað. Og þetta eru yfirleitt lausnir sem hafa sér enga fyrirmyndir, eiga ekki markaðshlutdeild, fólk skilur jafnvel ekki hvernig þeir virka og hvað gerist og það svona eitt af þeim svona áskorunum að koma á framfæri. Það sem þeim lausnum sem í boði, líkt og við erum að gera núna í dag með máltækniáætlun. En allt of mörg verkefni, þau enda ofan í skúffu. Og það bara staðreynd. Af hverju? Hvað var það sem gerðist? Nú, nemandinn útskrifaðist, hann búinn í löngu námi, það að koma sér upp fara að fá tekjur og koma sér upp fjölskyldu og annað slíkt og hann hefur ekki efni á því að hann verður að hafa tekjur. Og það fjármagnið lítið sem ekkert, mögulega hefur verið eitthvað smá styrkur til þess að gera verkefni í frumstigi, en ekkert tekur við. Og leiðbeinandinn mögulega heldur áfram að reyna að fá fjármagn, reyna að vinna verkefni áfram með fleiri nemendum. Og þetta tekur óralangan tíma. Á endanum þá fer þetta yfirleitt, fer hugmyndin bara í rusli. En hvernig komstu upp úr skúffunum? Við tekur þá nýsköpunarumhverfi og það ekkert grín fyrir einn aðila að standa að. Þú þarft eiginlega að geta allt ef þú ert frumkvöðull, nýsköpunaraðili.
Þú þarft að geta stofnað og rekið fyrirtæki, þú þarft að fjármagna þig, þú þarft að mynda tengslanett, þú þarft að hanna vöruna, búa til nýjan markað mögulega fyrir vöruna. Og það það sem máltækniáætlun, stærsta áskorun máltækniáætlunar, að búa til þennan markað og fólk átti sig á notagildinu í talgreiningu og máltækni yfir höfuð. Það þarf gott samstarfsfólk sem kannski tilbúið að vinna fyrir lítið, en þetta svona ofsalega mikið, eins og ég kalla hösl á lélegri íslensku. Og greiði maðurinn alveg búðar. En nemandinn kannski, eða lífbendinn. Hvert er þetta að leita? Það ákveðin bjargráð, en svona lauslega eru fyrirtæki, það að leita til fyrirtæki sem kannski hafa áhuga fyrir utan, það fyrir utan starfssvið háskóla að reka fyrirtæki. Það bara staðreynd. Háskóli menntastofnun. En þeir hafa, og ég veit náttúrulega ekki hvernig þeir Háskóla Íslands, en Háskóli Reykjavík hefur stutt vel við frumkvöðla, gert eins og þau geta. Styrkja umhverfið hefur reynst sumum verkefnum vel. Það ekki, gallinn við það lítið af peningum til skiptana og það flókið að sækja það mikil vinna og þú jafnvel að sækja aftur og aftur. Og þá ertu komin kannski með vöru sem úrelt aftur. Nú var ég að skoða með nýsköpunarmiðstöð, það einhver óvissa með hana, það vonandi, það búið að vinna áætlun og kannski einhver óvissa og erfið staða af því það ekki búið að ganga frá því hvernig hlutirnir verða og fólk veit ekki alveg hvernig á að leita. En það vonandi allt í bóta og verður þá gott umhverfi sem kemur þar inn. En ég held fyrst og fremst og kannski það undirstrikast af því og við getum lært af þessari máltækni verkefni sem hefur átt sér stað að allir verða að vinna saman. Allir verða að taka þátt. Allir verða að leggja í púkkið og ég held að okkur sé að takast það. Við erum komið með svakalega mikið og margt í máltækniáætlun. Ég held að það þurfi bara að mitt mat að það þurfi að grípa þessa frumkvöðla sem að koma úr náminu og hjálpa þeim fyrstu skrefin með verkefnin sín. Af því þeir standa kannski uppi og hafa enga möguleika að afla sér tekjur og þurfa einhvern veginn að koma sér áfram. Nú, ég ætla bara að leggja áherslu á þetta tengslanett, allir vinna saman og úr þessu hefur orðið Tíró, úr háskóla, frumhugmynd síðan 2014 byrjuðum við á þessu verkefni. Þannig að þetta þolinmæðisvinna. Takk fyrir.